Nálgast jólin lifnar yfir öllum. Það er óhætt að segja að maður komist í hátíðarskap þegar maður mætir á jólamarkað hérna á Svalbarðsströnd. Og ekki spilli fyrir að fá dýrindis vöfflu með rjóma og kaffi hjá Kvenfélagi Svalbarðsstrandar. Ég ætla bara að vaða í þetta. Og þeir kafa snjó á fullri fart. Jólin koma, jólin koma. Eftir þessa dýrindis vöfflu var ekkert að vanbúnaði og við héldum á stað inn á jólamarkaðinn. Stolt handverks- og listafólk var tilbúið við borðin sín og við nutum þess að skoða það sem þau buðu upp á. Mikill undirbúningur fylgir svona markaði og það er Kvenfélag Svalbarðsstrandar sem bæði útvegar aðstöðuna og er með kaffisölu. Þetta er árlegt og er búið að vera hérna núna allavega í 20 ár hérna í þessu húsi. Þetta er íþróttahúsið okkar og það er 20 ár síðan að það var byggt og fyrsti markaðurinn var haldinn hérna í því meðan það var ennþá fokælt næstum því. Það var ekki búið múr og mála og síðan erum við búin að vera með þennan markað á hverju ári. Okkar hlutverk er þannig að við vildum bara búa til svona viðburð þar sem að fólkið í sveitinni gætu komið með það sem það er að gera heima. Og við útveguðum húsnæði sem er þá frítt fyrir fólk og það kom hingað fyrst bara með dótið sitt sem það var að gera og reyndum að gera þetta sem eins ódýrt og auðvelt þannig að ef þú varst kannski bara búin að prjóna nokkra sokka eða gera eitthvað svona smá þá kannski bara komið og sest niður. Svo hefur þetta svona smá saman undið upp á sig og er bara orðið mjög flott en ennþá erum við að leggja áherslu á að það er bara handverk. Og þetta hefur verið handverk fólksins í sveitinni eða hönnun eða eitthvað notað og nýtt sem fólk vil losa sig við eða gefa nýtt heimili og ennþá er það þannig að það er sérst bara verið að koma með eitthvað heimagert, handgert og annarkvort er þetta fólki í sveitinni eða vinir okkar og nágrennum. Þannig að þetta er í rauninni kjörinn staður til þess að koma að versla og fá einhverjar einstakar jólagjafir sem fást ekki annar staðar. Já, akkurat. Þetta er alveg rétti staðurinn til þess. Og í ár erum við líka lögðum við pínu áherslu á mat, að fólk úr héraði fær að koma með mat og það er hægt að fá hérna til dæmis grafna gæs og svo allar jólagjafir og það er hægt að fá leiðisgreinar og ýmislegt bara sem fólk er að nota svona þarf á að halda fyrir jólin. En þetta snýst náttúrulega ekki bara að kaupa og selja, þetta er líka gott fyrir samfélagið. Já, einmitt. Og það er kannski fyrst og fremst tilgangurinn, það er það að við getum komið saman. Og Kvenfélagið, það sér að selja kaffi í skálanum hérna frammi og það eru með vöfflur og kaffi og kakó og það er voða ljúft að sitja þar og sitja saman og spjalla og svona aðeins að slappa af líka, bara að hitta vini og vandamenn og óska gleðilegri jóla og svona. Margt var manninn og eflaust flestir að detta í jólaskapið. Við náðum tali af 2 vinkonum sem voru búnar að versla svolítið. Jæja, stelpur, nú eru þið mættar hérna á jólamarkað. Eru þið búin að kaupa eitthvað? Já. Hvað keyptið þú? Fíl. Bíl? Fíl. Fíl, auðvitað. Jólafíl. Ætlar að eiga hann sjálfu, ætlar að gefa einhverjum? Ég vil gefa litlu frænku minni. En þú, ert þú búin að kaupa eitthvað? Ég kaupti einhvern svona pínu lítinn björn eða þannig. Já, æðislega. Ætlar þú að gefa hana, ætlar að eiga hana sjálf? Ég ætla að eiga hann sjálf. Vantaði þið lyklakippu? Finnst ykkur gaman að fara á jólamarkað? Við máttum til með að koma við í eldhúsinu eftir markaðsröldið og þakka fyrir okkur. Hún Sigríður, ein kvenfélagskvennanna, var þar plötuð viðtal á meðan hún hrærði glassúr af miklu myndarskap fyrir vöfflurnar. Hvernig er kaffisalan búin að ganga í dag? Bara mjög vel. Hún bara eykst alltaf núna. Koma fullt af fólki. Allir óðir í vöfflurnar? Já. Og súrklaði glassúrun okkar. Hann er bestur. Hvað er leyndarmálið? Já, leyndarmálið er bara að gera fingurum fram. Og hafa reynsluna á bakinu? Já, hafa reynsluna á bakinu og tilfinningu fyrir hvað hann á að vera þykkur og þá er þetta bara allt í lagi. Ég fékk mér einmitt glassúr og hann var alveg fullkominn. Var það ekki? Já, svoleiðis er hjá okkur allt bara fullkominn og gengur bara mjög vel í dag. Og þetta er hvað, er þetta ekki 20. skipti sem þið haldið jólamarkað hér? Jú, allir það sé ekki 20. skipti, já. Ertu búin að vera með í öll skiptin? Já,
Það er allavega ekki margir sem ég er ekki búin að vera með í, kannski ekki alveg öll. En, Er þetta alltaf gaman? já, það er bara alltaf gaman að taka svona þátt í þessu og bara vera með.